Komið sælar kæru vogir. Vogin mín góð. Hér eru spilin þín og lesturinn að þessu sinni er bara eitthvað sem ég kalla stutt og laggott. Við ætlum aðeins bara að tékka á stöðunni, eins og við segjum. Og þá byrjum við lesturinn. Mín kæra vog, það fyrsta sem kemur til mín er ákveðni. Þú hefur þurft að standa fyrir máliðinu. Þú hefur ef til vill þurft að berjast fyrir rétti þínum. Þú hefur verið í einhvers konar samskiptum sem hafa verið erfið, en þú hefur bara tæklað þau býsna vel. Og ef til vill hefur verið að leita réttar þíns, falast eftir launahækkun eða eiga orðaskipti við einhvern þverhaus, ef við getum sagt sem svo. Það hefur í raun og veru ekkert verið neitt mál fyrir þig. Þú ert vel máli farin og þú hefur verið með alla röksemdafærslu og alla staðreyndir á hreinu. En það hefur kannski kostað þig samt sem áður smá baráttu og mér finnst það vera partur af fortíðinni þinni, kæra vog. Það að standa fyrir málið þínu og halda skoðunum þínum fram. Skoðanir þínar fara ef til vill ekki alltaf saman við skoðanir annara. En það eru þínar skoðanir og þú ert í fullu rétti að setja þær fram og verja þær ef að svo ber undir. Þannig að mér finnst þú vera búin að vera í smá svona baráttugýr. Allt gott að blessa með það. En í dag ertu stödd á öðrum stað, kæra vog. Í dag ertu í ákveðnu breytingaferli þar sem að jákvæðar breytingar eru að eiga sér stað. Þessar breytingar ná dálítið djúpt. Þetta eru breytingar á hugsun, breytingar á líðan og breytingar á því sem þú gerir. Það er að segja það sem þú hugsar, hvernig þér líður og því sem þú gerir. Já. Þetta er einhvers konar þrenning. Það er eins og sért að fara að tileinka þér nýjar skoðanir, ný viðhorf, opna þig fyrir fleiri skoðunum, fleiri sjónarhornum, skulum við segja. Og þetta breytingaferli nær eiginlega bara til allra þátta í þínu lífi því að ég sé líka líkamlega breytingar með þessu. Einhvers staðar stendur alla breytingar séu jákvæðar breytingar. Það er margt til í því. Allavega sé ég ekki að þessar breytingar fari illa í þig. Heldur kannski þvert á móti, þeim fylgir mikil skilningur, dýpri skilningur en áður og önnur sýn á marga hluti. Þú tekur engu sem gefnu og þú ert ekki tilbúin að samþykkja hlutina bara eins og þeir eru lagðir fram. Heldur er svolítið í þér framundan að fara í smá rannsóknarvinnu. Kafa dálítið undir yfirborðið og ég sé þig þroskast og breytast mikið. Og þetta á eftir að færa þig bara
hreinlega á nýjan stað í lífinu. Vogin loftmerki, þannig að hugsun og allt sem varðar pælingar hugans höfða til þín. Þannig að það ekki skríti kannski að það verið að tala þess kyns breytingar hérna. En ólíkt því sem að var áður, þá sé ég þig framundan ekki standa í svona miklu, skulum við segja mikilli baráttu eða miklu þrasi við að koma skoðin á framfæri, heldur ertu mun yfirvegari heldur en áður. Það meira jafnvægi og þú ert miklu tilbúnari til að ekki kannski fara meðalveginn, heldur tilbúnari til að, þetta ekki alveg hvernig ég á að orða þetta. Ég bara leyfa öðrum að hafa sínar skoðanir og meðan þú hefur þínar. Einhverjar ykkar kæru vogir gætu jafnvel farið þá leið að fara að vinna að skriflegum verkefnum eins og að skrifa bók, skýrslu eða rannsókn einhvers konar. Það sé ég hérna fyrir suma ykkar, en aðrar ykkar eru bara með þetta svona útaf fyrir ykkur. Það einhverja mikla pælingar líka hérna varðandi það sem í gangi í kringum ykkur eða varðandi það sem í gangi í heiminum í dag, skulum við segja. Og með því að vera tilbúnari til að taka skoðanir annara í sátt, þá öðlist þið dýpri skilning á ákveðnum málefnum sem að hérna áður fyrr þið voru kannski lokaðar fyrir. Ok, kæra vog, það allavega breytingar framundan og einhverjar ykkar kæru vogir eru í flutningshugleiðingum eða eru í þeim sporum að flytja eða bara fara að ferðast, en flutningar eru hérna. Það er frábært, það á vel við ykkur kæru vogir og ykkar orku, þannig að það á eftir að verða jákvæð reynsla. Ok, rúnaspilið ykkar hér er spil sem að hér er kallað Berkana eða Bjarkan. Björk heitir hún einhvers staðar. Þetta er tákn vaxtar og frjósemi. Hún er tákn festu og ákveðni og er leiðandi tákn gildi lífsins og æðri heima. Þetta er einmitt pælingar sem að ég sé að hafa verið uppi við hjá þér. Sérstaklega þetta varðandi æðri heima. Það er andleg tenging hérna sem er að vaxa. Og ekki bara hjá þér, kæra vog, ég er búin að sjá þetta hérna hjá mörgum, í mörgum merkjum. Þessi rún kennir að þyrsti þig eftir vitneskju sem ekki sé auðfengin, þá skulurðu leita hennar til þeirra sem betur eru málum kunnir. Þetta talar alveg til þess sem ég var að segja. Það eru þín vitneskja og þínar skoðanir og svo skoðanir annara og vitneskja annara. Og hér er verið að benda þér á sérstaklega þetta varðandi æðri heimana eða það sem við getum kallað kannski andleg mál eða trúmál eða hvað sem fyrir þér eru æðri heimar, að þá er hérna vísbending til þín að afla þér vitneskju hjá öðrum sem að hafa vitneskju á þessu sviði. Og skoðanaskipti á þessum málum verða þér til góðs, kæra vog. Þú ert eftir að vaxa og dafna og stækka, þroskast. Ok, kæra vog.
Ég óska þér allsins besta með þetta. Ljós og kærleikur.